Í þessum fyrirlestri ætla ég að fjalla umhverfi Word. Fyrst þegar ég opni Word þá ætti þið að sjá skjámynd sem líkist þessari hér. Vinstra megin er listi yfir þau skjöl sem þið eru nýbúin að vera að vinna í. Recent heitir hann og hægt að smetla á hvaða skjal sem er henni í listanum til að opna það. Neðst er eitthvað sem heitir Open Other Documents og þar eða opna önnur skjöl. Og með því að smetla þar þá farið þið bara inn í skráarkerfi tölvunar og getið þá leitað að því skjali sem að þið viljið opna. Þessi listi hérna við þælur og fljótlegt að smetla bara á einhver skjal sem við nýbúin að opna eða nýbúin að vera vinni til að opna það. Þessi listi er breytilegur þannig að ef ég býti til nýtt skjal og vista það þá dettur skjali sem er neðst í listanum út og nýja kemur hérna eftir í staðinn. Ef það er eitthvað skjal sem ég vil alls ekki að detti út úr þessum lista, eitthvað sem ég nota oft en kannski líður eitthvað á milli og þannig að það á að til detta úr listunum, þá get ég smelt, þegar þið sjáðu bendi hérna á viðkomandi skjal, þá kemur myndalítil teiknibólu hérna til hægri. Pin this item to the list. Ef ég smetla hana, þá festi ég skjalið, þannig að þá er það ekki lengur í þessum lista sem breytist, sem er henni fyrir neðan, það kemur strik hérna og það er þetta að pinna eða festa öll þau skjöl sem við viljum ekki að detta úr listanum og meðan við erum að nota þau. Ef ég síðan hætti að nota skjalið, það er kannski tilbúið og ég þarf ekki lengur að opna það oft, þá smelli ég bara aftur á litlu teiknibóluna Unpin this item from the list, þess að afpinna skjalið. Gert það innan við bæði skjölin. Hægra megin á skjánum, þar eru alls konar skjöl, bæði autt skjal, blankt dokument og líka tilbúin skjöl. Og skjölin hérna, ég sjá þetta er langur listi yfir alls konar tilbúin skjöl og þá eru þau getur verið með tilbúin útliti, jafnvel tilbúin texta og það getur hugsalega verið einhvern tímann að henta því að þarna nota eitthvað þessum skjölum og þá eru þið hérna tilbúin fyrir okkur. En nú ætlum ég að opna hérna blankt dokument. Þá opnast hérna autt hvítt skjal. Á skjánu núna fyrir framan mig er hérna efst vinstra megin Quick Access Toolbar eða flýtistika. Á henni eru nokkur takkar. Fyrsti hnappur hérna eða þetta er ekki hnappur, þetta er bara hérna mynd af Word. Sem kemur Save takkinn til þess að vista skjalið og sjá þið bendi á hnappinn þá kemur nafnið hann upp og flýti hnappur. Þannig að staðið fyrir að smetla á þennan hnapp til þess að vista skjal þá geti haldið niður í Ctrl takkanum og ítt á S. Undo hnappurinn er næstur. Það sendur hérna núna Can't Undo því það er ekkert þetta afturkalla neitt því að ég er ekki búin að gera neitt í skjalinu. En svo er það Repeat hnappurinn. Hann er til þess að endurtaka. Þessi Quick Access Toolbar er þægileg því á hana getum við bætt við hnappum eða tekið burtu þá hnappa sem við notum sjaldan. Það er ekkert mál að bæta við tökkum þarna uppi ef við langar til dæmis að bæta við þessum bold-nappi hérna aðeins neðar. Eina sem þarf að gera er hægri smetla á hnappinn, benda á hann og hægri smetla á hann og velja Add to Quick Access Toolbar fyrsti möguleiki sem upp kemur. Sjá, nú er B hérna eða bold hérna uppi. Og þá skiptir ekki máli hvort ég smetla á B hérna uppi eða hérna niðri. Texti sem ég er að breyta verður það bold eða feilletraður. Og þið sjáu ef ég benda á hnappinn þá kemur útskýring hvað hann heitir, bold og Ctrl plus B, það er semst lyklaborðskipunin. Þetta fyrir að smetla á B með músinni get ég haldið henni Ctrl líkt á B bókstafinn á lyklaborðinu þegar ég ger nákvæmlega sömu skipun. Og þarna fyrir neðan, sjá, þetta út, kemur líka útskýring hvað þessi takku gerir, make your text bold, sem gerir textan feilletraðan. En allan að hérna get ég valið hvaða hnapp sem er.
og það er gott að setja þetta skipanir sem eru kannski maður nota mikið en kannski er langt að sækja þær og það er kannski að fara eitthvað krókaleiðir að því. Mér finnst þægilegt að setja þarna close takkan. Þá þarf ég að fara aðeins krókuleið til að sækja það því að hann er ekki hérna sýnilegur á henni fyrir neðan. En ég geti það smelt á litlu örna hérna lengst til hægri á stíkunni. Hann heitir Customize Quick Access Toolbar. Þá fæ ég lista yfir alls konar takka sem eru vinsælt að setja hérna inn. Og ég get líka valið hérna More Commands. Þá opnast þessi gluggi. Og hægra megin í glugganum, hérna hægra megin, þar sé ég þær skipanir sem nú þegar eru á stíkunni, en vinstra megin eru allar skipanir í Word. Af því það eru svo margar, þá eru þær flokkaði niður. Popular Commands eru vinsælar skipanir. Það er eitthvað sem hvaða skipanir eru vinsælar og setja þær í þennan lista. Síðan get ég breytt þessi Popular Commands og valið til dæmis File tab. Þá fæ ég alla skipanir sem eru inn á File tab eða aðeins færði henni til hérna File skipunin. Og það eru ansi margar, meðal annars Close. Ég geti valið það hér og svo smelt hérna á Add og þá færist það hérna hægra megin og þegar ég smelti núna OK til að samþykkja þetta þá er Close takkinn komið hérna niður. Close takkinn lokar skjalin sem ég er með opið á þess að loka Word forritinu sjálfu. Þeim tökkum sem ég vil ekki hafa. Stundum setur maður hann að takka sem maður notar oft í einhver ákveðnu verkefni og svo þegar verkefni er búið þá bara vill maður henda hann aftur út. Einu sem það þarf að gera, ég sem henda hérna út bóltakkanum, er hægri smetla á hnappinn hérna á stíkunni sjálfri og velja Remove from Quick Access Toolbar. Svona. Þessa stíku hérna, við getum fært hana, eða haft hana hérna uppi eða hérna fyrir neðan. Og aftur smelti hérna litlu þrýtningin eða örna hérna við endan. Þar er skipun neðst sem heitir Show Below the Ribbon. Við smetlum hana, þá kemur stikar hérna fyrir neðan. Persónulega finnst mér betra að hafa hana fyrir ofan. Það ætla að færa hana aftur þar. Aftur smelti hana litlu örna. Og nú heitir skipunin Show Above the Ribbon eða sína fyrir ofan borðan. Þannig að þetta er þessi litla stika hérna. Fyrir neðan hana er þessi borði hérna með öllum skipunum og borðin skiptist í marga flipa, en það er þetta mjög margar skipanir og hérna er til þess Home flipin og Insert, Design og svo framvegis. Og hver flipi, við fyrir oftar inn Home, hver flipi er svo flokkaður niður líka í þarna svona flokka. Fyrsti flokkur hérna sem er Clipboard, það eru til dæmis Copy og Paste skipanirnar. Svo kemur Font flokkurinn hérna og það eru skipanir sem eiga við leturbreytingar, Paragraph, það eru skipanir sem eiga við efnisgreinar og svo framvegis. Þannig að þetta er ágætlega flokka niður skipanirnar, fyrsta lagi eftir þessum flipum og síðan í hverjum flipa eru svona einhverju flokkar. Það er í sumum flokkunum hérna er lítil ör neðst hægra megin. Þessi litla ör heitir Font, bara eins og flokkurinn sjálfur og ég smetli á hana, þá fæ ég upp glugga með ennþá fleiri skipunum. Það eru nú langt flestar hérna á borðunum sjálfum en það eru ennþá fleiri hérna í glugganum. Allir þessi litli þrýtningar, þeir opna einhvern svona glugga. Hérna, Paragraph, þá fæ ég Paragraph gluggan og svo framvegis. Þannig að ef þið finn ekki einhverja skipi sem vilja nota akkurat hérna á borðunum sjálfum, þá er að gera að smetla litlu örn og sjá hvort þið finnið ekki þar. Þessi borði, það er misjafnt hvernig hann er stiltur. Hérna er hann stiltur þannig að hann eigi alltaf að vera sýnilegur
og ef maður er mikið að útlitsmáta texta og svoleiðis, þá er gott að hafa hann bara alltaf sýnilegan. Ef ég er hins vegar meira bara að skrifa texta, þá vil ég kannski nýta plássi á skjánum betur og þá get ég lokað honum. Það er get ég gert hérna hægra megin, efst á skjánum hægra megin. Takkin heitir Ribbon Display Options, það er svona eins og mynda ör núna. Ef ég smelli hérna á hann, þá kom upp 3 möguleikar. Neðsti möguleikin er sá möguleiki sem ég valið núna, Show Tabs and Commands. Þá sé ég hérna alla flipana og alla skipanirnar. Ég get líka valið hérna Show Tabs. Þá sé ég bara flipana hérna efst og það þá smetla á viðkomandi flipa til þess að opna borðan og leið að ég er búin að velja einhverja skipun þá þarna og smetli aftur hérna inn í skjalið mitt þá lokast borðin. Ég smetli aftur hérna og þegar að opna velja skipunina og þegar ég fyrir aftur inn í skjalið smetla það lokast borðin. Þriðji möguleikinn er hérna Auto Hide Ribbon. Þá hverfur hann alveg og Quick Access Toolbar, en til þess að fá upp skipunum til að geta gert eitthvað, þá þarf ég að færa músina efst að skjáin, þá fæ ég svona blá smelli, kemur borðinu upp og við smelli síðan aftur á skjalið mitt, þá hverfur hann alveg. En ég get alltaf farið hérna í Ribbon Display Options takkan og valið þann möguleika sem ég vilji. Þannig að hver þarf bara að ákveða hvað honum þykir þægilegast. Mér finnst þægilegast ég vildi hafa hérna Show Tabs and Commands. Það er einnig hægt að loka borðunum með því að tvísmetla á einhvern flipan. Til dæmis að ég stötta Home, þá get ég tvísmetla á Home. Þá lokast hann líka. Og get tvísmetla aftur til að opna. Þetta er bara önnur aðferð til að gera sama hluti. Já. Hérna og það fer eftir hvað ég ætla að gera og hvað ég er með valið í skjalinu mínu, hvaða flipar eru sýnilegir. Þessi flipar sem eru núna eru alltaf sýnilegir, en ef ég til dæmis setja inn töflu, setja inn hérna litla töflu svona og þá sjáu þið þá bætast við 2 flipar hérna aftast. Table Tools heita þeir, Design og Layout. Leið og bendilin minn, ef ég smelli hérna fyrir utan töfluna, þá hverfa þeir, nú eru þeir ekki lengur á skjánum, leið og ég færi mig aftur inn í töfluna, þá koma þeir upp aftur. Ég þarf kannski að opna þá, en þeir eru til staðar. Word sýnir mér einmitt oft fleiri skipanir heldur en svona normal, eftir hvað bendilin minn statur er, hvað á skjalinu er valið. Eins og ég seti inn mynd eða teikningu eða eitthvað svoleiðis, þá fæ ég stillingar til þess að breyta myndinni. Sem að gera bara en undo til að taka töfluna í burtu, svona. Þannig að endilega fylgjast með eftir hvaða er valið, hvaða skipanir eru sýnilegar. Annað hérna á skjánum er reglustikkan. Það er reglustikka hérna efst eða fyrir neðan borðan og vinstra megin. Ef reglustikkan er ekki sýnileg hjá okkur, þá þurfum við að fara henni inn í View og haka við hérna á Ruler. Nú er haka við, en það er reglustikkan sýnileg. Ef ég tek haki í burtu, þá hverfur reglustikkan. Þetta aftur setja í til að fá henni upp. Þurfum ekki alltaf á hann að halda, en í sömu skipunum þá ágætt að hafa reglustikkana, en ykkur er sérst að slökka og kveikja henni bara að vild. Já, í næsta ætla ég aðeins að skoða stillingar á rauninu blaðinu sjálfu, eða hvernig við getum skoða blaðið, og þá er gott að hafa smá texta til að sjá betur hvernig það lítur út. Og ef maður er að leika sér og fikta bara og vill prófa sig áfram, þá getið alltaf slegið inn samasemmerki, svo RAND, bara að hafa engin bil, og opna sviga og loka sviga.
Þegar ég ýti síðan á enter, þá fæ ég upp hérna texta. Þetta eru 5 efnisgreinar sem hérna taldar upp. Ég ætla að gera enda hérna. Því ef ég vil fá lengri texta, þá get ég sett einhverja tölinu svigan, 20 til dæmis, passa bara að fara út fyrir svigan og ýta síðan á enter, þá fæ ég 20 efnisgreinar. Það færi mig aftur hérna efst. Svona, Ctrl Home, flyttur bendilinn alltaf efst í skjalið. En eins og blaðið lítur út núna, þá sjáu þið allar spássju, bæði vinstra megin og hægra megin og efst og neðst. Hérna fletti hérna neðst, þá sjáu þið að það kemur spássju hérna neðst og svo kemur bil hérna á milli blaðsíðana, svo kemur aftur spássju hérna efst á næstu blaðsíðu og svo textin og svo framvegis. En það valið hérna einhver sem heitir Print Layout. Þetta er inn á View flipanum og hérna lengst til vinstri undir Views. Print Layout þá lítur skjal út næst því eins og það mun prentast út. Ef ég smelli hérna á Read Mode, þá breytist sjáðu útlitið. Borðin efst hverfur, séu hérna textan og kemur hérna hægra megin sem heitir flett til þess að halda áfram að lesa. Þannig að ég ætla bara að lesa yfir skjalið, þá þykir sumum þægilegt að nota þetta útlit. Það eru örvar hægra megin og vinstra megin til þess að smella og fletta. Til að komast út úr þessu útliti þá get ég ítt á Escape takkan á lyklaborðinu, hann er efst vinstra megin, ESC stendur á honum. En líka ef ég fyrir aftur inn í Read Mode, ef ég muni ekki eftir Escape takkanum, þá er hérna neðst hægra megin líka Read Mode, sjáðu ég er stödd þar. Og næsti takki heitir Print Layout, það er það sem ég var með áðan. Þetta er einhverju sömu takkarnir bara á sitthvorum staðnum. Web Layout, ef ég smella það, þá lítur þetta meira út eins og vefsíða. Þá er engar spássjur, textin nær út í báða enda og það er engin síðuskil en eitt svoleiðis í skjalinu. Outline View notum við til þess að ef maður vinna í mjög löngum skjölum og er með alls konar fyrirsagnir og ýmislegt annað sem hægt er að vinna með þarna, en við erum ekki með svolítið þessu skjalið, þannig ég ætla bara að loka því. Maður myndi fara inn í Close Outline View til þess að loka þetta Outline View, þannig að þið lendir þar. Aftur ætla ég að fara inn í View og svo er hérna Draft. Þá hérna felur hún fyrir mig spássíðurnar og ef ég fletti hérna niður, þá séu blaðsíðuskilin er bara svona lítið punktalína. Og í Draft þá er ekki víst að maður sjá allar myndir eða annað slíkt. Þetta er svona eins konar uppkast. Print Layout er það svo uppsetning að það útlit sem að mér þykir yfirleitt þægilegast að nota. Þannig að ég ætla að hafa það valið. Hins vegar, sérstaklega ef maður er með lítinn skjá og mikið að texta að lesa yfir og svoleiðis, þá getur verið þægilegt að fela spássjurnar. Við þurfum ekki endilega að horfa þær. Eins, ef maður er mikið að fletta, þá tekur það tíma að fletta fram hjá spássjunum, svo kemur pínu bil á hérna á milli blaðsíðna og svo aftur spássja. Þannig að til að fela þetta, þá get ég farið á milli tveggja blaðsíðna, til dæmis hérna, bendi þar á, þá fæ ég upp 2 örvar sem benda hvora aðra. Double click to hide white space. Tvísmeltu til að fela hvíta bilið. Tvísmelli, þá sjáum við þá felur hún spássíðurnar, þar eru þarna til staðar, þá þessi búin að setja út texta inn á haus og fótlínu, inn á spássíðurnar, þá mun það bara felast þarna. Og blaðsíðuskilin eru hérna bara lína. Það er alltaf hægt að fá þetta upp aftur, sjáðu þið bendi hann aftur, þá vísa örvarnar frá hver annari, double click to show white space. Tvísmill aftur, þá opnast þetta aftur. Þetta er bara til að fela þetta ef ég vil ekki hafa þetta sýnilegt. Þannig að það er ýmislegt þarna í boði sem hægt er að gera þægilegt.
Allavega, neðst á skjánum, ég ætla að fara bara hérna aftur fremst í skjalið, Ctrl Home. Neðst hérna á skjánum er stöðulínan. Þar eru upplýsingar til dæmis blaðsíðu fjölda, page 1 of 2, þess að ég er stödd að blaðsíðu 1 af 2. Það fer eftir í hvar bendillinn er, á hvað blaðsíðu hann er, á hvað stendur hérna page 1. Svo ég fletti hérna niður, svona, þó ég sjá núna blaðsíðu 2, þá stendur ennþá page 1. Það ég þarf að smella og láta bendillinn mig hérna blikka á blaðsíðu 2 til að ég sé potið stödd á blaðsíðu 2. 956 words stendur hérna, það er semst að 956 orð í skjalinu og svo er hérna Icelandic, það er tungumáli sem er valið. Hægra megin á stöðulínu er hérna read mode og print layout og web layout, það sem vorum að skoða áðan er líka hérna view, en síðan er hérna zoom stikkan. Ég sé hérna að skjalið er í 100% stærð. Ég get smelta plúsinn, þá stækka ég eða zooma ég, þannig að ef maður vil sjá okkur nákvæmar, sér illa, þá er þetta stækka. En svo get ég hérna zoomað út eða þysjað út til þess að fara tilbaka og minnka þá. Þá get ég, ef ég fer nógu langt, þá get ég sé fleiri en eina síðu á skjánum í einu. Það er líka að draga bara litla ferningin hérna á milli plús og mínus, það fyrir íta mörgsunum plús og mörgsunum mínus. Ég get líka smelt hérna á prósentöluna sjálfa til að fá upp zoom gluggan og það eru alls konar zoom möguleikar eða þysjunar möguleikar þar inni. Það íta hérna cancel til að loka þessu. Að síðustu þá ætli bendi ykkur á litla spurningamerki hérna upp í hægra horninu. Það er hjálpin. Ég hef smelt hérna á og opnað hjálpargluggan. Word help. Þannig að ef það er eitthvað sem þið viljið gera en kunni ekki gera, þá getið alltaf að fara í hjálpina og hann opni hér. Svo þetta bara slá inn hvað þið viljið fá hjálpið og leita því. Loka ég hérna svona. Já, þetta er semst þá umhverfið Word. Fleira var það ekki í bili núna.